Í dag ætla ég að tala aðeins kenningar. Fyrst það kenningar sem tengdar eru hugrænu starfi. Og almennar hugmyndir sem tengjast þessu að það sé erfiðleikar við vinsluhraða og vinslumagn. Og þá erum við að tala málþroska erfiðleika. Sértækar hugmyndir fjalla að það sé erfiðleikar við ákveðna úrvinnsluþætti sem hafa áhrif þvert á tal og málþroska. Til dæmis eins og skynjun á heyrnrænni úrvinnslu. Það þessi vinsluhraði, heyrnræn úrvinnsla og hljóðkerfisminnið eða orðleysur. Algengið í málþroska frávikum, það þegar við litið til, þetta svolítið gamlar tölur en við skulum nota það samt sem áður, það gefa okkur ákveð svar. Ef við horfum til Bandaríkjanna þá tíðni sértækra málþroskunarröskunar hjá 5 ára börnum 7,4% árið 1997 og síðan það 5% viðbótar sem með almenna málþroskaröskun. Þannig að það sértæk málþroskaröskun 7,4% og svo 5% viðbót með almenna málþroskaröskun. Hér á landi þetta hins vegar þannig að í árgangi árið 2010 voru 4.907 5 ára börn árið 2015. Þessast börn fædd 2010. 589 börn af þessum 4.900 börnum með tal- og málþroskaröskun. Það gerir 2,4 börn í bekk miðað við þessi 20 í bekk og þetta skuggalega há tala, 2,5 barn. Í 400 barna skóla má þannig gera ráð fyrir að það séu 48 börn sem með málþroskafrávik. Og þetta svolítið skuggalega tölu sko. Við erum með kenningar sem blandaðar úr lingvistik og kognitív, því sem snýra tali og máli sem lingvistik og kognitív sem hugræn. Og það í fyrsta lagi tengslahyggjan eða connectionism. Og það segir, dró ég þessa fallegu þarna á milli, að í heilanum net taugaferlar sem sinna tungumálinu, til dæmis hljóðgreining orða. Það sem gerist við málþroskaröskun, þegar það sértæk málþroskaröskun, að því að net taugaferlar sem snúa þekkingumálinu ekki eins öflugt eins og hjá börnum sem með dæmigerða þroska. Börn með sértæka málþroskaröskun skortir þessa tengingar eða þær ekki að sömu gæðum og hjá öðrum. Og það yfirborðskenningin sem heitir líka, eða á enskunni surface hypothesis, og hún segir að vegna úrvinnslu vanda eiga börn með sértæka málþroskaröskun sérstaklega erfitt með að vinna úr hljóðfræði einingum tungumálsins sem heyrast illa. Þau ráða við það sem heyrist vel en ef það eitthvað sem heyrist illa þá ráða það ekki við það. Í ensku heyrast ákveðin málfræði atriði illa en þetta breytilegt eftir tungumálum. Hvaða þættir það eru og hvaða þættir falla þá undir þessa surface. Surface náttúrulega bara yfirborðið. Þess vegna heitir þetta yfirborðskenningin. Höfundurinn að þessari kenningu heitir Leonard, ég man ekki fyrir hvað elli stóð, man það bara ekki í augnablikinu. En þessi úrvinnsluvandi hjá börnum þegar það ekki áberandi hljóð og þetta felur í sér að tilgátan að í þriðju persónu S-ið í fleirtölu og þátíðar ED að það heyrist illa, vegna að þessum hljóðum oft sleppt í tali. Þannig verða mestir erfiðleikar með þriðju persónu S-ið, af því það heyrist illa þegar verið að tala. Svo erum við með kenningar sem tengjast málvísindum og það eru gaurar eins og Rice og Wexler og þeir telja að börn festist á nafnháttastigi, en nafnháttur þegar maður setur að fyrir fram að sögnina. Og það leikur grunur á því að íslensk börn með sértæka málþroskaröskun að þau noti nafnháttin lengur og oftar en jafnaldrar. Þau eru þannig lengur að ná tökum á því að nota persónubeygingu sem þriðja persónan og þau segja þannig hann að borða í stað hann borðar og þetta náttúrulega eðlilegt á einhverju tímabili þá segja börn ég að gera þetta en síðan breytist það með tímanum yfir að segja ég borða ekki ég að borða og hann var að borða í stað þess að segja hann borðaði eða hann borðaði. Þannig þetta er þessi nafnháttur, þau festast þar. Síðan erum við með fleiri, að þar erum við með Pinker og Pinker segir að barn læri frummynd eða stofn orðsins og þá er nafnhátturinn til dæmis að syngja. Hann segir geymir málfræðiendingar í grind, næri viðeigandi málfræðiendingu þegar þarf á því að halda, sem sagt syngur, saman sem syngja og svo tíðin, nútíð og eitthvað. Það sem hann trúir, eða
kenningin hans er svo að við fæðust öll með ákveðin grunn fyrir málinu og það sé alveg sama í hvað tungumáli við séum öll með þennan sama grunn og barnið, þegar maður að læra að tala, að þá náum maður bara í orðið í þennan grunn. Börn með sértæka málþroskaröskun, samkvæmt hugrænu kenningunum, þá segja þau, börn með sértæka málþroskaröskun vinna hægar úr heildrænum og almennum upplýsingum heldur í jafnaldra þeirra. Þau eru með hæga úrvinnslu, slakt vinnsluminni. Þau hafa minni getu heldur en jafnaldrarnir til að skilja og tilenga sér reglur, eins og til dæmis reglur málfræði og setningafræði sem geta oft verið mjög flóknar. Þau hafa minni getu en jafnaldrarnir til þess að búa til tengingar á milli merkingar á orðunum og málfræði, setningafræði og hljóðfræði. Og þau eiga í erfiðleikum við að kortleggja hljóðkerfið og notkun þess þegar þau eru borin saman við jafnaldra sína. Svo verið að tala um 5 flokka kerfi og það er byggt á klasagreiningu á börnum sem með sértæka málþroskaröskun og þetta voru nemendur í málhömlunadeildum í breskum skólum sem voru í þessari greiningu. Og þar var númer 1, það eru börn með sértæka málþroskaröskun, það er börn með alvarleg frávik á sviði málskilnings og máltjáningar. Hjá þeim slök frammistaða á málþroskaprófum og í lestri orða og það eru alvarleg tal og málskilningsfrávik og þetta er stærsti hópurinn. Síðan kemur númer 2, börn með sértæka málþroskaröskun sem átti erfiðleikum með lestur orða, skilningamálfræði og endursögn sögu en höfðu góða hljóðkerfisvitund og viðunandi orðaforðanotkun. Í 3. lagi það börn með röskun sem áttu erfitt með félagslega notkun máls í samanborði við góða myndun hljóða, tjáningu orða, lesturorða og viðunandi skilning. Þau eru með frávik í málnotkun. Og ef þið viljið leita þessu uppi þá eru þarna enska orðið setningin þarna inn í sviga. Börn með sértæka málþroskaröskun í 4. flokki, það eru þau sem áttu erfitt með lestur orða, hljóðkerfisfræði og endursögn sögu en höfðu gott vald á að nota orðaforðan og viðunandi skilning á málfræðinni. Þannig þau eru með frávik í máltjáningu og hljóðkerfisvitund. Síðan það 5. flokkurinn sem börn með sértæka málþroskaröskun og þau eru með frávik í máltjáningu og hljóðkerfisvitund. Svipað númer 4 en með minni orðaforða. Það er frávik í hljóðkerfisvitund og notkun stakra orða. Og þetta tekið úr bók sem heitir Speech and Language Impairments in Children, Causes, Characteristics. Svo erum við með flokkunarkerfi Allen og Rapin og þeir tala munnlegar heyrnartruflanir, þar sem barn skilur ekki talað mál, mállegt verkstól, þá eru erfiðleikar við sjálfráða stjórnun talfærana við myndun hljóða. Það eru erfiðleikar við að raða hljóðum, það eru erfiðleikar við að mynda skiljanlegt reiprennandi tal, erfiðleikar við að læra orð og setningar og þá það erfiðleikar við notkun málfræði og setningafræði, málskilningu getur verið slakur, nafngleymska og setningafræðilega hömlun, málskilnings og málnotkunar hömlun og þá eru erfiðleikar við að nota tungumálið í félagslegum aðstæðum.